Komið sæl og velkomin í Eitt og annað. Í þessum þætti ætlum við að fjalla eitt og annað úr listalífinu. En list, hún ekki bara fyrir mig og þig, hún fyrir alla. Og við ætlum að byrja í listadeild Seyðisfjarðarskóla, þar sem að ungi listamenn eru á öllum aldri, frá 5 ára og upp úr. Hvað að fara að eiga sér stað hérna eftir smá stund? Það eru vortónleikar listadeildar Seyðisfjarðarskóla. Aðrir af tvennum tónleikum í ár. Við hittum á Benedikt H. Hermannsson, stjórnanda listadeildar Seyðisfjarðarskóla, þar sem hann var í óðaönn að undirbúa seinni vortónleika deildarinnar. Á tónleikunum eru þáttakendur á öllum aldri, frá 5 ára og langt upp á fullorðinsaldur. En af hverju heiti þetta listadeild en ekki tónlistaskóli? Tónlistaskóli Seyðisfjarðar hluti núna, eða það sem hét tónlistaskóli Seyðisfjarðar er núna hluti af Seyðisfjarðarskóla. Það var sameinað leikskólinn og tónlistaskólinn og grunnskólinn og núna eru 3 deildir hérna, leikskóladeild og grunnskóladeild og listadeild. Það sem hefur farið fram í tónlistaskólanum, það er núna inn í þessari listadeild og ég sé þessa listadeild en það er ekki bara það sem hefur verið í tónlistaskólanum sem að fellir undir listadeildina, heldur listnám almennt í skólanum og svona heildræn hugsun listnám bara í bænum, ekki bara barna, heldur allra bara sem hafa áhuga á tónlist og myndlist og öllu mögulegu. Spurður hvaðan hann telji sköpunarkraftinn á Seyðisfirði koma, segist Benedikt hafa sínar hugmyndir það. Fólk svona víðsýnt og jákvætt sem gerir það verkum að þegar einhver vill gera eitthvað fáránlegt þá allir til í tuskið og það þýðir líka að það ekki gert grín að fólki sem vill prófa einhverja brjálæðislega hugmynd eða eitthvað og bara listalíf þrífst vel í svona menningu. Eða ætlar að gera eitthvað tónlistagjörning út á torgi þá hugsaðu tvisvar eða þú ert í menningu þar sem allir gera lítið úr hver öðrum eða eitthvað svona neikvæðni í loftinu eða eitthvað. Benedikt hefur notið talsverðra vinsælda sem tónlistarmaður síðasta áratuginn undir listamannsnafninu Benny Hemhem. Hann segist þó vera hættur að túra landið. Þegar ég var að spila rosa mikið þá var ég ofta að hugsa að það væri skemmtilegast að hlaða í svona eitt verkefni sem maður væri ótrúlega spenntur fyrir og spila það svo og gera ekkert meira en það. Og núna þá ger ég þetta eiginlega bara á svona 1 til 2 ára fresti þá ger ég þetta og ekkert mikið meira en það. En von á nýju efni frá Benna Hemhem á næstunni. Ég gaf út plötu í hittifyrra. Það kom mér dálítið óverum að ég væri búinn að gera svona mikið af lögum sem væru að verða tilbúin og þurfti ég bara svona 10 daga vinnutörn til að klára það þannig að ég er svona svipuðum stað núna. Ég kemur í ljós í júní hvort að hvað er mikið inn á tölvunni. Eftir ársbúsetu á Seyðisfirði segist Benedikt enn vera hissa á því hve mikið er að vera á staðnum og nefnir þar til dæmis hátíðina List í ljósi sem fór fram í febrúar. Það er bara alltaf eitthvað ótrúlegt í gangi og stundum þá fattar maður, þetta er bara fáránlegur bær. Hún er það á besta mögulega hátt
Síðasta sumar opnaði nýtt og glæsilegt listasafn á Akureyri. Við ætlum þó ekki að fjalla um það núna, heldur opnaði líka vinnustofur og listasýningasalur í Kaktus á Akureyri. Þar grasrótin, ungir og efnilegir listamenn. Það var fleira í lista- og menningarlífinu á Akureyri en listasafnið sem opnaði með pompi og prakt í nýju húsnæði á Akureyrarvöku. Kaktus var nefnilega einnig með opnun sömu helgi. Já, Kaktus, þið heyrðu rétt. En hvað Kaktus? Já, hvað Kaktus? Það kannski hægt að skipta Kaktus upp í þrennt. Annars vegar þetta vinnustofur fyrir okkur sem að erum hluti af Kaktushópnum. Svo erum við líka listahópur. Við erum höfum bæði verið að vinna verkefni sem hópur erlendis og í Reykjavík og svo á Akureyri mikið. Og svo kannski fyrst og fremst svona út á við erum við galleri. Myndlist, tónlist, skrift, ljósmyndun, grafísk hönnun, járnsmíði, eldsmíði, trésmíði, já það óhætt að segja að meðlimir Kaktushópsins komi úr hinum ýmsu áttum. En hvað skildum við að græða á því að vera með svo fjölbreyttan hóp saman komin á einum stað? Það ýmislegt sem maður græður á því. Meðal annars það að maður tekur þátt í verkefni sem maður hefði ekki búist við að taka þátt í. Sem tónlistamaður kannski að taka þátt í vídeóverki eða gjörningalist eða myndlist eða hvað sem það sko. Og líka að verða svona dýnamíst, svona, þú veist, samtöl verða allt öðruvísi heldur en að þú ert bara með einsleitan hóp. Þannig að ég held að það kemur alltaf bara miklu meira út úr því. Þetta verður miklu meira lifandi sko. Hvenær verður þetta batteri til? Það nú orðin sko 3 ár síðan held ég. Já, við byrjuðum upp í kjallaranum á listasafninu þar sem áður hét Populus Tremula og vorum þar í 2 ár með minnir og vorum mjög virk þá. Við vorum með 117 listviðburði þar sem að sko yfir 600 listamenn komu fram á 2 árum sem að held ég met í allavega svona sjálfboðareknum galleríum á Akureyri sko. Svo voru við þar næst. Eftir það náttúrulega þurfti að rýma listasafnshúsið fyrir breytingar og þá kom pása, kom smá svefntími og síðasta vor fengum við aðganga Dynheimum gamlu inn í Hafnarstræti, opnuðum þar og vorum með opið bara yfir sumarið. Svo var það hús selt, þannig að við þurftum að rýma það. Þar vorum við með hvað vorum við búin að telja saman? Ég man ekki hvað það var. 30 viðburðir yfir sumarið. 30 viðburðir á 3 mánuðum. Já. Það óhætt að tala mjög mikil afköst hér, sérstaklega eins og segir í sjálfboðalega vinnu. Þið eruð öll að vinna við eitthvað annað líka. Jú, mikið rétt. Það við erum náttúrulega starfrækjum okkur sem menningarfélag og það gróðalaus starfsemi og við erum á slíkri kennitölu þannig að þóttu við vildum þá væri ekkert í boði að fá neitt fyrir þessa vinnu sko. Þá hlýtur maður að spyrja sig, hvað drífur ykkur áfram? Þetta svo gaman. Það bara svo rosalega gaman að búa eitthvað til og búa eitthvað til saman. Ég held alveg, og svo náttúrulega rosa gott að vera með vinnustofu. Það alveg, og vinnustofa með fleirum. Það henda mér allavega sjúklega vel. Já, svo þetta líka svona ákveðin þráhyggja í þessu. Já, maður vill að sé eitthvað áhugavert til staðar á Akureyri, bæði fyrir sjálfan sig og aðra. Hvernig með svona almenning út á götunni í boði að labba inn og skoða? Já, við erum til dæmis með bókasafn sem Kaktusbókasafnið og það opið alltaf þegar eru opnanir og svo náttúrulega hægt að banka upp á þegar einhver hérna og það rosa margs konar bækur. Þetta eiginlega bara Þetta eru bækur sem hún fær ekkert annar staðar. Ákveðin þetta meira en það heldur en ég, sko. Já, sko, varðandi opnunartíma, þá erum við ekki með neina ákveðna opnunartíma, allavega ekki eins og En á meðan að opnanir eru í gangi og eins og við höfum gert þetta áður, þá hafa þeir staðið yfir helgi og jafnvel lengur. Og þá þetta að koma inn og skoða vinnustofurnar og sýninguna og bókasafnið. Og bókasafnið okkar, svo við förum aðeins út í það, þá fengum við styrki til þess að panta bækur og þetta ekki bara hvaða bækur sem þetta
Þetta eru sem sagt það sem á frönsku heitir BD og þetta eru teiknimyndasögur en ekki Andrés Blöð og ekki hasarmyndasögur og slíkt. Þetta eru svona, hvað maður að segja, það er nú ljótt að láta orðið fáaðar kannski en svona listrænni kannski teiknimyndasögur. Hvernig er það? Nú eru þið að starfa á Akureyri. Hvernig myndu segja að svona lista- og menningar umhverfið í bænum væri fyrir listafólk eins og ykkur? Já, það er náttúrulega bara á hraðri uppleið sko, eftir opnun listasafnsins annars vegar og ég er mjög bjartsýnn á þennan vetur í listheiminum á Akureyri. Ég held að sé alveg bara nóg að vera. Það verður það alveg örugglega í vetur. Það náttúrulega var líka verið að taka í notkun 2 rými og önnur í gilinu og ég held að verði alveg bara fullt að gerast og einhvern veginn fullt af tækifærum fyrir fólk sem í grasrótinni líka til þess að sýna og sýna sig og sjá aðra sko, í listheiminum sko. Og Kaktus er bara einn angi af því í raun og veru sko. Við höfum fókuserað dálítið á svona fólk í jaðarlist og unga listamenn og gefum þeim tækifæri til þess að koma sér á framfæri að kostnaðarlausu og fá aðstoð við uppsetningu og annað slíkt og auglýsingar. En í sjálfu sér er það engin föst regla, við höfum líka verið með lengra komna og líka verið með eldri listamenn en þetta hefur svona kannski verið fókusin hjá okkur sko. Það er ekki hægt að Akureyri nú af þeirri stærðar gráður kannski, það er ekki hægt að njörfa sig niður á eitthvað eitt svið sko. Það er ekki hægt að vera mjög sérhæður sko. Nei, ekki þannig sko. Kaktus er þá bara, getur sagt, staður fyrir alla sem að lifa fyrir listina og vilja koma sér á framfæri. Já. Jú, mikið rétt. En við ætlum að gera fleiri í þessum þætti en fjalla bara list. Við ætlum líka að kíkja í smá auglýsingar. Hingað til eru búin að fjalla alls konar típur af list, tónlist og síðan myndlist. En list, hún er ekki bara á einhverjum söfnum, hún getur líka verið heima hjá okkur eins og hjá honum Hreini Halldórssyni í Oddeyrargötu á Akureyri. Hvernig þessi garður hvað ertu búin að eiga hann lengi? Ég er búin að vera hér í 12 ár. Og hvernig leit hann þá út þegar þú tókst við honum? Já, allavega ekki svo nær í dag, en þannig að ég hef búin að gera ansi mikið hér í garðinum. Þannig að þetta er svona eiginlega pínu mitt stolt. En þegar þú fluttist hingað áttur garð fyrir? Nei, ég var svo óheppinn að búa í fjölbýlishúsi sem var ekki með lóð, það var bara malbygg, en ég var hins vegar með 2 svalir. Þannig að ég var með blóm og dót á öðrum og svölunum og gatt svona notið minn taraðist. En þannig að þegar ég kom hingað þetta var eins og bara sprenging. En hvernig kom það til að þú fórst að búa til þínar eigin styttur? Það er bara þessi sköpunarþörf sem er svona rík og þegar ég fekk þetta svæði að þá hélst þetta í hendur að ég fór að skapa lóðina og styttur og það má kannski segja í dag þá hafa stytturnar tekið yfir höndina og lóðin er kannski svona meira orðið núna umhverfi og ég segi stundum í gríni að þetta sé svona bara mitt enga gallerí og það er náttúrulega fáir sem eiga sitt eigið gallerí þar sem er fleiri 100 fermetrar. Birtan er síbreytileg og lofthæðin náttúrulega endalaus. Þannig að stytturnar eru svona kannski pínu í dag svona aðal áhugamáli mitt. En ég skapa þær og sé þær svona í samneyti við garðinn. En þegar þú ert að ákveða að búa til styttu, ferlið sem að fer þá í gang? Sko ég sé stundum fyrir mér hvar hún á að vera og yfirleitt gengur það upp hjá mér. En ég er með þær alltaf þannig að ég get snúið höfðin á þeim. Af því þó ég sé búinn að sjá staðinn í huganum að þá veit ég ekki alveg í hvað átt hún á að horfa. Þannig að þessi hreyfing er svona stöðluð í dag hjá mér.
En efniviðurinn í stytturnar? Sko þetta mikið svona pallaefni, vegna þess að það þolir að vera úti allt árið. Síðan fólk að gefa mér efni og það ótrúlegt með það núna í dag að þegar þetta fór að vera svona þekktara, að það að banka hér á hurðina hjá mér blá ákveðnugt fólk með pappakassa. Það var að laga til og spyrja hvort ég geti eitthvað nýtt þetta í skraut. Þannig að þetta kannski bara dót sem hefði endað bara í ruslun annars vegar, ef ég hef ekki fengið það. Og svo tók ég mér nú til núna í vor og bauð öllum krökkum í efsta bekk í leikskólum bæjarins í heimsókn. Og það komi hér hátt í 250 börn, einn leikskóli í einu, stundum komið 2 leikskólar sama daginn, þannig að það var svona sitthvort tíminn. Og þá gekk ég svona á milli með krakkana, sagði þeim sögu, af því hver stytta hér á sína sögu og úr einhver ákveðnu ævintýri. Sagði líka aðeins svona frá efniviðnum og hvað ég væri að nota og síðan ekki síst þá leyfði ég þeim að snerta allt og hvatti þau til að koma við og átta að sjá því hvað ég væri að nota í stytturnar, eins og í hárið og augun og svona. Þau eru svo lifandi og opin og þau eru mjög hrifin af þessu, kannski út af því litavalinu, skrautinu. Þannig að ég upplifi barnið sjálfum mér oft í gegnum börnin. Og ég hef oft sagt að ég, með þessu styttugerð minni, þá ég svona pínu að rækta barnið sjálfum mér. Hérna, ég nú aldeilis 2, 4, 6, 8, 10 styttur. Já, þetta allt úr sama ævintýrinu, Mjallhvít og dvergarnir 7, Vonda drottningin og prinsinn. Hérna þetta vonda drottningin og hún náttúrulega með eitruðu eplin sín og allt saman. Já, og spegilinn náttúrulega og hérna og þennan. Já. Og þetta eins og svona margar styttur, það hægt að snúa höfðinu. Já, það hægt að gera það. Og svona. Og svo það eins og hún sé svolítið svona á leið út úr ævintýrunni eða eitthvað, hún snýr þannig svolítið. Já, ég segi átti börnin sko að hún búin að eitra eplið fyrir Mjallhvíti og svona á leiðinni í burtu úr ævintýrinu. Þannig að ég læt það náttúrulega enda vel. Já. Og síðan hef ég gefið öllum dvergunum nafn og ég hef gefið þeim ákveðið hlutverk í ævintýrinu. Þannig að þeir hafa ákveðið hlutverk hver og einn. Og þetta ég náttúrulega að gera fyrir börnin og kannski líka barnið sjálfum mér að þeir hafa svona hlutverk. Hvað eru margar styttur í garðinu hjá þér núna? Ef allt talið með, þá þetta 30 styttur. Og kemur til með að fjölga á næstu árin? Já, ég get alveg lofaði því að þær gera það og ég ætla að halda mér við ævintýri og kannski líka svona einhverja þjóðsögur. Það eitthvað sem heillar mig við þetta, þannig ég ætla bara að halda mig við það. Ef við ekki að enda þessa heimsókn með því að fara hérna inn í skúrinn og þar þú löngum stundum skilst mér á veturna. Jú, ég ansi mikið þar oft. Skúrinn hérna neðst í garðinum, hann þitt verkstæði á veturna, getum við sagt. Jú, þetta svona mitt verkstæði. Hér vinn ég stytturnar, smíða þær og fullvinna þær þannig séð og síðan fer ég með þær inn í kjallara og mála og skreyti. Og þá hérna, þá ertu með öll verkfærin og allt sama hérna á veturna? Já, ég náttúrulega með rafmagn hérna, ekki reyndar hita en ég vinn mér bara til hita og hér smíða ég yfir veturinn þegar ég á frí. En svo ég breytist hlutverk húsins hérna á sumrin. Þú ert nú töluvert í blómaræktinni. Já, ég hef voða gaman á blómum líka, sko, ég viðurkenni það alveg. Og þannig þetta svona blómaskáli yfir sumarið og mín aðstaða yfir veturinn að smíða. Þannig að lífið bara ljúft hérna við Oddeyrargötuna. Það bara mjög ljúft hérna, ég get alveg lofaði því. Hreinn, bara þakka þér fyrir að taka á mót okkur og gangi hérna. Já, þakka kærlega fyrir komuna. Það allir margar tegundir af mismunandi listformi og miðlum til þess að koma listinni á framfæri. Síðan getur líka eitthvað magna gerst þegar maður blandar þessu miðlum saman. Alveg eins og gerist í Hofi í Ómi. Kíkjum á það. Hvað skyldi gerast þegar hljóðlistakona með bakgrunn í grafískri hönnun og jógaískum hljóðfræðum sameina krafta sína með myndlistamanni með bakgrunn í ljósarænni eðlisfræði?
Jú, listaverkið Ómur, eða svo var allavega niðurstaðan hjá Arnbjörgu og Frímanni í Hofi á Akureyri. Þetta samanstendur af hljómfalli sem færir áhorfanda og það sem hlusta í djúpt vitundarástand leið og horfir á ljósverk sem að Frímann setur saman. Viltu til að segja okkur frá ljósverkinu, Frímann? Já, ég að vinna bara með svona mjög einfalda hluti og svona speglun og svona ljósbrot og bara svona einföld form. Þetta er svona seríur sem ég hef búin að vera að gera í samstarfi við aðra listamenn til dæmis. Ég setti upp verk fyrir nokkrum árum með Körveri og Kristjáni Leósson eðlisfræðingi og þetta er svolítið svona þetta er svona framhald af því kannski einhverju leyti, sko. Ertu til að segja okkur frá innblæstrinum á baki þessu ljósaverki? Ég vildi að það væri eitthvað svona epískt eins og ég hef verið á fjallstindi og ég sá þetta fyrir mér, sko, svona í þokunni. En innblæstrin er bara fikkt. Mér gaman að fikta í hlutum, ég veit ekki hvernig ég á að útskýra það betur, sko. Svona þegar þú horfir á verkið, hvað sér þú? Þegar ég kemur heim í eðlisfræði þá er eðlisfræðin snýst að taka ykkur fyrirbæri og einangra þau og taka eitthvað svona eitt og skoða það og hvernig það hegðar sér og allar aðstæður, einfalda hlutina. Ég er mjög hrifinn af því að hafa hlutina minimaliska og einfalda og hérna erum við að horfa á mjög einfaldan hlut sem bara einfallega ljósbrot af filmu sem kemur samt fram í einhver óendanlega miklum flækjustigið á verpurinu verður rosalega mikið. Þannig að við erum að sjá það sem ég fæ út úr þessu er að þetta er mjög einfalt en útkoman er tilkoma mikil. En svona þín upplifun, ef þú lýsir ef við bætum inn í gonginu við þetta ljóslistaverk, hvernig verður upplifunin? Já, mér finnst verða til upplifun handa tíma og rúms þar sem við erum á Hamraborgarsviðinu sem oft kallað svarti kassinn og við fáum svona smá tóm til að vera og það sem sjáum er fagurt ljósform sem skiptir sífelldum lögun og staðsetningu leið þú hlustar á víbrasjón sem er í sífelldri vinnslu og við það þegar ég upplifi hljóð og ljós á þennan hátt að þá hefur það framkallað hughrif svo sannlega svona breytt vitundarástand í fyrir annan heim í smá stund. Líka skemmtileg tenging milli þessar tveggja heima, við erum með hljóð og við erum með ljós. Já. Að við erum að horfa á ljós, það sem er að gerast er að við erum að horfa á filmuna og við erum að sjá hana svona í svona mikroskópiskri mynd, þetta er semast ljóð. Munstrið er yfirborðið, stækkað upp og hljóðið er líka hálfgerð svona smásjármynd af gonginu af því að form gongsins mótar hljóðið. Þannig að þetta er svona skemmtileg tenging. Sem listamaður að nota ljós sem miðil, hvernig er það? Mér finnst það mjög skemmtilegt, Það er mjög bara hreint form, Ég hefði verið til að vera að gera þetta fyrir svona 50 ára síðan af því að tæknin var til staðar og allt þetta, þannig, en fólk er bara svo vandi í dag að sjá svona form, í tölvugrafík og svona, en mér finnst skemmtilegt að taka þetta út úr tölvugrafíkinu og gera þetta í alvörunni, ekki alvörunni, raunheiminum og en já, bara ljós er svo magnað fyrirbæri bara eðlisfræðilega séð að eiginlega svona allt sem við vitum alheiminn vitum við út frá því að við stúderuðum ljós og bara einhvern veginn ljósið er búin að færa okkur svo mikið að sannleik og ljósið var síðan einhvers konar sannleikur í kirkjunni svona í gegnum aldirnar þannig að ljósið hefur alltaf verið svolítið svona svolítið áhugavert frá mörgum sjónarhóðum Við erum svona svolítið vanist ljósinu. Ljós eru allstaðar einhvern veginn í daglegri rútinu hjá okkur, út allt, en það er þetta að nota á svo miklu meiri háttældinu sem bara eldhúsljós. Já, algjörlega, Það er bara málað með ljósi, algjört, Og náttúrulega lifum bara í heimi ljós núna, allan sólarhringinn. Það er svolítið magnað, Sérstaklega í Íslandi. En það er kannski gott í birtuna að fá smá frí
koma inn í svartakassan, hvíla taugakerfið og því að hljómarnir þeir vissulega hafa heilandi áhrif á taugakerfi. Draga úr streyti og byggja það upp og auka innra ljósmagn. En við tölum aðeins gangið sem listform. Það hefur marga möguleika og getur verið bara rosalega mismunandi. Mér finnst það ofboðslega spennandi að því ég kenn á gong og spila mikið út allt og það hefur þann kost að það færir okkur handan hugans það sem kjörnu skapandi upplifun af eigin tilvist og við erum ekki eins bundin á takmörkunum sem að hugurinn setur okkur oft og það þykir mér vænt fyrir ungt fólk og listamenn alla sem vilja aðeins skoða hlutunum frá öðru sjónarhorni en þau eru vön, sjá nýja leiðir. Oft hefur verið með fólk í slökun hjá mér sem hefur fundið einhverja lausnir og leiðir í eigin lífi. Jarðbundnar leiðir þess vegna en hafa ekki komið auga á það af því að hugurinn var skorðaður á einn hátt. En það var ekki meira í þessum þætti en sumarið á næsta leyti og þá yfirleitt mikið að vera í listalífinu. Síðan líka nýr þáttur og eitt og annað í næstu viku. Ekki missa því.